Við undirbúning á flatjárni eða plötum þegar maður fer í kverksuðu, þá þarf maður að huga að því eins og með annað efni þegar við erum að vinna það. Við þurfum að sjá hvort það sé rakt eða hvort það sé skítugt, feiti á því, grunnur, máling eða eitthvað annað sem við þurfum að hreinsa. Þegar við erum til dæmis í þessu tilfelli með flatjárn sem 200 mm að lengd, 80 mm á breidd og 8 mm þykkt, þá þurfum við að slípa eða hreinsa það þannig að við setjum það saman eins og við ætlum að sjóða það saman. Suða eins og þessi kölluð þá kverksuða, þar sem að hún fer fram í kverkinni sem við erum með hér, sem við sjáum hérna. Við getum soðið þetta beint niður, hallað aðeins svona, við getum soðið þetta í lóðréttri eða þá í uppundir suðu, þá erum við að sjóða hérna uppundir. En áður en við byrjum á því, þá þurfum við að huga því til hvers erum við að fara að sjóða þessa kverksuðu. Erum við að fara að taka hæfnipróf, erum við að taka raundæmi eða eitthvað annað sem við þurfum að taka til þess að sýna og láta skoða. Best finnst mér að punkta á sínhverjum hliðum og þá þurfum við að skoða það með hallan á plötunum og þá stundum gott að halla þessari plötu aðeins í yfir því að við suðuna í kverkina þá verða þensla og svo samdráttur og þá á hún það til að fara yfir 90 gráðurnar og vera kannski með vitlausu horni. En síðan slípum við og velgjum og þá þessi plata tilbúin fyrir kverksuðu.